Það voru Ignati á morgun, svona hvernig stemningin í liðinu? Hún bara frábær, þetta svona bara með skemmtilega sem við gerum, að taka átt í svona leikjum, spila við svona lið sem öðruvísi lið, allt öðruvísi fótbolti og svona öðruvísi típur af leikmönnum og leikstíl og þetta mikið í húfi líka, þannig að þetta svona bara mjög skemmtilega hluti af tímabilinu. Hver er þið svona von á frá Ignati á morgun? Svona raunverulega á erfitt með að átta mig á því. Svona erfitt að ætla að þessu eins og önnur lið frá þessu svæði eða eitthvað slíkt, en við höfum þetta spilað núna nokkur ára röð og stundum við fleiri en eitt lið á tímabili frá þessu svæði í Evrópu og leikirnir hafa verið margir svona sérstakir og sérstaklega þegar liðin geta varið eitthvað og þá hafa menn farið mjög djúpt og tafið leikinn og reyndi að gera dómarum erfitt fyrir en það var svona ekkert sem bendi til þessi leikum úti. Þeir spiluðu bara heiðarlega og virkilega góðan leik og lið sem vilja pressa á köflum, vilja halda í boltan, mjög góði fótboltamenn í liðinu, þannig að ég átta mig ekki á þeim. Við gerum bara ráð fyrir hvoru tveggja, þau komin inn til að verja forskotið sitt og eins að þið bara spila sín leik eins og þau gerðu úti, þannig að við erum heldur bara klárir í hvort sem er. Hvernig ætlið þið að skaða þetta Ignati-lið? Já, við þurfum þetta bara að halda aðeins betur í boltan en við gerum síðast og svona ef þeir koma að pressa á blötu gerðugrassi þá eru möguleikar hér sem voru til staðar úti en kannski erfiðar að framkvæma þar sem við höfum séð fyrir okkur geta nýtt okkur og ef þeir liggja þá verður þetta þolinmæðisvinna og við erum svo sannarlega búin að fá æfingu því í sumar í einhverjum 11 leikjum af 14, þannig að við þekkjum það vel, þannig að við ætlum að vera bæði klárir að spila hratt í gegnum og svo í þolinmæði ef þeir fara djúpt. Þú ert býst við vongaður fyrir leikinn? Hvað segirðu? Þú ert væntanlega vongaður? Já, bara mjög jákvæður og bjartsýnn og allt liðið og frábær stemning í liðinu og félaginu og þannig já, við bara ætlum okkur að gera allt sem við getum til að ná góðum úrslitum og já, mjög bjartsýnir og vongaður það. 7 mark Ignati brutust út mikil fagnaðarlæti meðal leikmanna Ignati-liðsins, var það eitthvað sem fór í taugarnar á ykkur blikum? Svona eins og hefur unnið bara viðuregnina þar og þá? Nei, ég getum ekki haft neina skoðun á því hvernig andstæðingunum fagnar sínum mörkum og ég held bara sýnt okkur mikla virðingu heldur með þessum fagnaðarlátum og svona kannski, já, úrslit sem þeir kannski veit ekki hvort þeir bjugust við en bara eðlilegt að menn sýni tilfinningar og fagni mörkum sérstaklega seint í leikjum en það er auðvitað bara hálfnað þegar þeir eftir að koma inn á Kópavogsvöll þannig að hvað spurningin? Nei, það fór ekki til 2-0, ekki neitt. Það var leikmaður númer 10 hjá þeim sem fekk rautt spjald við fögnuðinn. Það var sterkur póstur í liðinu, eða ekki? Já, það er leikmaður sem að skora á laði upp töluvert í síðast tímabili og í albörsku deildinni nánast með einsta leik lá andstæðingur mjög djúpt á móti þeim og leiðum á boltann og hann er tæknilega góður og frábær í kringum teginn, bæði leikja upp og skora svona í leik eins og þetta var úti svona töluvert opnar leik á móti lið sem pressar þá og þá kannski eru aðri leikmenn eins og Ildi Grúta sem kom inn á sem henta betur, þannig að ég veit ekki hvort hann auðveldað þjálfarinn lífið með að velja liðið en ég held að hann allavega átti erfiðan dag úti á móti okkur og ég veit ekki hvort hann hefði endilega byrjað en það allavega kemur gríðarlega sterkur leikmaður í hans stað þannig að það skiptir engu máli. Svona að öðru, það var fjallað í Dr. Fútból í gær að Breiðablik var í viðræðum við Gabriel Aron, sóknarmann Keflavíkur. Er það rétt? Nú erum við bara hér til að ræða leik Breiðabliks og Ignati á morgun. No comment. No comment á það. Takk hérlega. Takk.